Já, komið þið sæl. Það var alvöru sumardagur hjá okkur í dag allan og svona þegar við lítum á hitatölur því að hiti slagaði í 20 stig bæði á Norðurlandi og Vesturlandi í dag og meira að segja rétt og rúmlega það á nokkrum mælistöðum og við sjáum það hér, Akureyri og Staðarhóll á Norðurlandi og einnig fór hitin yfir 20 stig á Húsafelli. En það svona margt athyglisvert í þessari gervitunglamynd að öðru leyti. Við sjáum annars vegar að hafísinn, hann nú fjarri ströndu landsins sem er oft mun nær á þessum árstíma. Ákaflega bjart yfir landinu í dag og við sjáum jafnvel að það er mjög svo snjólétt til fjalla, óvenjulega snjólétt miðað við árstíma getum við sagt. Og búið að vera náttúrulega afar þurrt hérna á suðvesturhorninu undanfarið og þegar vind tekur að blása eins og hann hefur verið að gera í dag þá hefur það för með sér sandfók eða moldrók og það má svona rétt greina ef rýnt í þessu að það var móska hér á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar við Faxaflóann í dag og það má greina upptakasvæðið að það var hér á ósum Markarfljóts nærri þá Landeyjahöfn. En ef við lítum á hvað að gerast til morguns að þá var eindregin austalátt hjá okkur og það er bara að fara að bæta í vind til morguns herðir smám saman þegar líður á morgundaginn skil sem eru svona að gera sér líklega að koma inn og lenda en gera það ekki að neinum fullum þunga fyrir en annað kvöld og það er búið að gefa út viðvaranir og við komum betur inn á þær þá hér á suðvesturhorninu á morgun og þetta er náttúrulega milt loft líkt og var í dag og svo raun og veru lítið sem að breytist hvað það var að fyrir en þessi skil sem koma þá inn annað kvöld hafa farið í gegn sem við gera þá á laugardagsmorgun. Og tökum þá svona fljótt stöðuna á þessu, þetta er staðan í fyrramálið, það getur vel verið að það rigni eitthvað slitrótt hér á sunnanverðu landinu í fyrramálið, það sérstaklega á það nú kannski við það sem að blæs af hafi hér á Suðausturlandi, þétting í fjöllunum þar, getur dropað eitthvað á köflum hér suðvestanlands, skýjað að mestu leyti á sunnanverðu landinu en öllu bjartara þegar komið er norður yfir heiðar en við sjáum að það er svona byrjað að pikka upp vindinn aðeins, við sjáum hérna 25 metrar á sekúndu á hálendinu og viðvaranir þær er komið í gildi hver á fætur annarri þá svona og upp úr hádegi og þegar við komum síðdegis hér á morgun klukkan 16 og þá sjáum við að það er komið gul viðvörun á Suðurland, Faxaflóa og miðhálendið og þessar viðvaranir svona miðast fyrst og fremst að því að það er náttúrulega föstudagur á morgun og oft eru nú landsmenn gíraðir í það að fara í útilegu og með jafnvel tengivagna, létta tengivagna í eftirdrægi og það getur verið varhugavert við þessar aðstæður. En úrkomumistrið svona nokkuð svipað, við sjáum hér glitta þó í meginskilin sem eru hér suðvestur af og þau koma þá inn annað kvöld og sigla síðan smá saman í gegn og eru svona fara í gegn hér á suðvesturhorninu þá á laugardagsmorgun og trosnaði dálítið á leið sinni yfir landið. Þegar við komið fram yfir hádegi á laugardaginn þá er nú svona bara skúraleiðingar hér sunnan og vestanvert land, þið getur jafnvel gert sólarglennur inn á milli þar, áttin suðlæg og bjart veður að mestu leyti á norður og austurlandi en á laugardagskvöld þá koma önnur skil inn, þau fara tiltölulega hratt yfir, það mun rigna víða land þegar þau verða hér á ferð en miðjan dag á sunnudaginn þá eru þau yfir staðinn og við erum aftur komin í suðurlega átt sem verður svona sínu hvassust hér vestan til á landinu 8 til 13 metrar á sekúndu þar, hægari vindur annars staðar með skúraleiðingum sunnan og vestan til bjart á norðausturhorninu og við sjáum að það er nánast hið sama þá inn í myndinni á mánudaginn, svipaðar aðstæður og fínasta veður á Norðurlandi næstu daga, það er sólríkt þar en öllu þyngra hér sunnan og vestanlands. En það er að gera fyrir þá sem að hyggja á ferðalag á morgun að kynna sér hvað þessar gulu viðvaranir innihalda til hvaða svæða og við skulum líta betur á þetta þá að loknum 10 fréttum. Verið sæl.